Já, komið sæl á ný og við höldum áfram með alþingismenn. Alþingi kom saman eftir jólafrí núna á mánudag og meðal stærstu málana að sjálfsögðu samgönguáætlun og þar bera hæst tillögur veggjöld sem munu koma fram síðan í frumvarpi samgönguráðherra. Hann mun leggja það fram þá gjaldtöku í samgöngum til að fylgja eftir stefnu framtíðar fjármögnun vegakerfisins. Nú, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur undanfarið fjallað mikið málið og fengið metfjölda umsagna það. Jón Gunnarsson varaformaður umhverfis- og samgöngunefndar og Björn Leví Gunnarsson áheyrnarfulltrúi nefndarinnar fyrir Pírata. Hvað kannski til að byrja með, hver akkúrat staðan á málinu núna? Já, við erum stöðumat. Eins og kemur fram hjá þér að þá hefur nefndin fjallað þetta mál mjög ítarlega og samgönguáætlunina í raun má segja hafi nú verið svona nánast eina málið sem að nefndin fjallað á haustþingi. Það voru þarna einhver önnur mál sem voru tekin til meðferðar sem tóku ekki langan tíma en þetta búið að taka lungað af tímanum hjá nefndinni og síðan á nefndadögum núna í janúar var málið enn og aftur til umræðu eftir samkomulag sem var gert í aðdraganda jólaleyfis. Já. Og við svona erum nú á því að við séum komin þá til botns í þeirri umræðu og það sé verið tímabært að senda málið til þinglegrar meðferðar. Já, þannig að nefndin sendir frá sér hvenær? Já, ég reikna með því að það verði næstu viku. Næstu viku? Já. Sko, ekki þá, það hefur verið nefnt sko að klára samgönguáætlun fyrir 1. febrúar? Jú, það var samkomulagi hvað á það sem var gert í... Það klárast og nefnd. Klárast og nefnd 1. febrúar og þá getur þingið tekið umræðina. Svo kemur alltaf bara setna umræðu og veit ekki hvernig hún verður. Nei, akkurat. Sko, hafið einhverja tilfinningu fyrir stuðningi á þinginu við málið? Það kannski ekki nógu útfært ennþá, eða hvað? Jú, málið, nefndarálitið liggur fyrir, ég veit ekki hvort að... Samgönguáætlunin sem slík alveg liggur fyrir og miðað við... En nú ég að tala veggjöldin aðalega sem hafa komið inn í... Þau rauninni koma til með seinna. Þetta svona, það sem í nefndaráliti meirihlutans svona hálfgert ígildi þingsályktunar sem að síðan á að útfæra þá í þessu frumvarpi sem kemur þá í lok febrúar mars og þá í endurskoðaðri samgönguáætlun næsta haust. Þannig að núverandi samgönguáætlun ekki undir því. En í þessari allri umræðu þá kemur það fram að þessar framkvæmdir sem á að leggjast í með þessum veggjöldum, þær eru bara mjög nauðsynlegar og áhættumatið sem hefur verið fram á uppbyggingu vega, hvar slysin og svo framvegis, liggja einmitt á þessum framkvæmdum sem að eru undir þessari veggjaldaáætlun. Samt eru þær framkvæmdir ekki inn í núverandi samgönguáætlun sem að við fengum þá samþykkja núna á næstunni. Segja það? Ég bara segja að þær framkvæmdir sem eru sagðar svona nauðsynlegar til þess að þurfi að flýta þeim, þær fá greinilega ekki mikinn forgang í þá núverandi samgönguáætlun. Já, þarf að breyta þessu? Nei, sko, þetta auðvitað hluta miklu stærra máli og samgöngumálin almennt bara ef að landið tekið sem heild og við erum auðvitað að líta á þetta sem heild. Við búum í stóru landi, fámenn þjóð, að þá eru gríðarlega mikil og stór verkefni, fjárfrek verkefni fyrir framan okkur. Það eru ástæðan og rótin af því að við förum á stað í þetta. Að það að geta farið í átak sem að kemur okkur upp úr þessum förum vegna þess að þrátt fyrir að bara frá árinu 2016, aftur á árinu 2017 og núna 18 fyrir næstu 3 ári búið að setja verulega aukningu í samgöngumálin. Samt sem áður veldur það vonbrigðum hversu skammt hægt að ná með þeim framlögum. Er það bara brot sem hefur farið í samgöngubætur sem hefur verið tekið í gjöld af bifreiðaeigendum og fleirum? Það verið að tala að 73 milljarðar af 330 undanfarin 5 ár. Það er bara farið í eitthvað allt annað? Nei, það er svolítið misskilningur í þessu og það er ágætt að geta fengið tækifæri til að leiðrétta það. Samkvæmt tölum sem við höfum að þá var sem sagt öll gjöld af bifreiðum á síðasta ári fyrir utan virðisaukaskatt nam 45 milljörðum pluss mínus. Af því að fara, ef ég man rétt, milli 60 og 70% til vegamála. Upphaflega var gjöld lögð á eldsneyti sem voru eyrnamerkt sérstaklega til vegamála. Það hefur alltaf farið, eða oftast farið umtalsvert meira til vegamála heldur en nemur þeim gjöldum sem sérstaklega voru lögð á til vegamála. Þannig að
þegar þetta var gert upp fyrir 2 árum þá held ég að 19 milljarðar hafi farið meira á ríkissjóði heldur en gjöldum sem sérstaklega voru lögð á eldsneyti til vegamála. Ef við ætlum að fara að horfa á vegamálin og það sem kemur inn af þessum gjöldum af bifreiðanotkun og bifreiðainnflutningi, þá verðum við að taka til marga aðra þætti sem kostnaðarþætti sem sérstaklega snúa vegamálum, til að mynda kostnað heilbrigðiskerfisins, til að mynda kostnað við löggæslu og svo má lengi telja. Þannig að ég tek líka alveg undir þetta, því að þetta ákveðin samanburður á epli og appelsínu sem búin þarna til. Og nefndin, ég bað það það í nefndinni að senda einmitt beiðni á samgönguráðherra að fara yfir hver væru tekjur og hver væru gjöld af bílum og reyna að vinna þá með hagsmunaaðilum í því að finna einhvern sanngjarnan samanburð, því að eins og Jón bendir hérna á að þá ekki í þessum gjöldum tekið tillit til eins og heilbrigðiskostnaðarins og þá varðandi þessa framkvæmdir sem hefur verið að leggja til núna fyrir veggjöldin, að þá að fara í það framkvæmdir, það myndi spara 15 til 20 milljarða á ári í heilbrigðiskostnað og iðgjaldakostnað og eignatjón og ýmislegt svoleiðis. Þannig að það þarf líka að taka þann kostnað inn í á móti gjöldunum sem koma af bifreiðum. Félagið íslenskra bifreiðaeigenda hefur náttúrulega hafa bent eða gagnrýnt og sagt að þeir borgi mikið þeir sem eigi og aki það er alveg fullkomlega rétt mætt hjá þeim að taka það til en svo má líka horfa á hvaðan koma gjöldin á móti. Og tölurnar sem það hafa verið að nefna hafa ekki alveg staðist. Þetta er nefnilega rosalega 73 milljarðar af 330 undanfarin 5 ár og þetta hefur maður fundið á fleiri en einum stað og ég var að segja það er mikilvægt að halda þetta til haga. Þetta er ekki 73 milljarðar. Já, þú varst að útskýra það. Og það er bara upplýsingar sem við höfum beint úr ráðuneytinu og það sem búið er að taka þetta saman. Hvað einkennir þessar umsagnir sem að hafa borast? Þú ert nú búin að lesa 644 skildist mér á status og Facebook hjá þér. En fleiri og það núna bæst við. Það er tvöfölduðust eftir ég hef búin að skoða það og við erum bara að fara yfir það núna. Hvað hafa borist margar? 1544 þegar ég kíkti síðast. Þá samgöngu áætlunina og veggjöldin þar með. Já, aðalega sem sagt síðan rétt fyrir jól þá veggjelda áform meirihlutans sem var flestar þar umsagnir hafa komið í kringum vefsíðu sem bjóð til sem hjálpar fólki að setja upp sem sagt umsögn til þingsins. Það mega nefnilega allir gefa umsögn öll þingmál bara raunin hvenær sem er. Og fólk hefur aldrei nýtt sér þetta? Gerði það og lang flest af þeim umsögnum einfallega fólk að senda einn tölvupóst eða umsögn sem að mótmælir eða andmælir þeim áformum veggjalda sem í sem sagt minnisblaði meirihlutans. Yfir 90% eða? Já, ekki sem sagt endilega veggjaldum sem prinsipi heldur þessum áformum. Þessum áformum, já. Það er nú vert að hafa þau í huga þegar að þetta er borið saman því að Björn Leví sagði hér einmitt að þetta væru tölvupóstar eða umsagnir. Þannig berast umsagnar á nefndarsviði Alþingi.is. En þetta eru sem sagt umsagnir sem eru nokkuð staðlaðar af vefsíðu sem að Björn segist hafa búið til þess að og þá verið dreift og fólk hvatt til að senda inn. Það er kannski ekki volið aðgengilegt á Alþingisíðunum að þarf að finna þingmálskjalið og svoleiðis. En ég er bara að segja það, en þetta er bara nokkra línur. Ég er á móti veggjöldum. Eða ég-stið, það voru báðir möguleikar voru til staðar. Ég er á móti ég-stið og það er algjörlega rökstutt. Nei, það er alls ekki. Það er langur texti þar fyrir neðan með vísun í minnisblaðið og hvernig þetta lítur út. Og það er ekkert, allir minni dreifingu á þessu hjálpartækirunni, þá gerði ég ekkert upp á milli þess hvort að fólk ætti andmælega stiði. Ég bara lagði fram rök málsins. En þú spyrð svona, þá ertu að spyrja prinsipmál með að móti veggjöldum. Já, ég legg allavega upp þessar forsendur meirihlutans. Það er fyrirætlanir þar, ekki bara veggjöld almennt. Nei, ég skil, gott og vel. Það kemur vel fram í textanum. Já, gott og vel. Og líka umsögninni sjálfri. En svo hafa náttúrulega borist fjölmargar aðrar umsagnir, það sem eru löngur rökstutt erindi frá sveitarfélögum og aðilum, hagsmunasamtökum og öðrum aðilum, sem eru löng og rökstutt erindi og það sem kannski stendur upp úr og eftir fundi nefndarinnar núna í janúar með öllum landshluta samtöku sveitafélaga á Suðurlandi og Suðurnesum, Þjóðsambandi Vestfirðinga og samtökum á Vesturland og Austurland og Norðurland og svo framvegis, þetta eru fjölmörg samtök. Þau komu öll fyrir nefndina og samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu og það er nánast einróma
þó að það sé ákveðin auðvitað varðandi útfærsluna sem á eftir að koma fram í þingmálinu síðar í vor, að samróma álit og niðurstaða þessara aðila, sveitarstjórnarfólks á öllu landinu, að það sé mjög jákvætt að fara í þessa leið ef þetta getur hraðað uppbyggingu samgöngukerfis. En síðan segja menn auðvitað ákveðið ef við útfærslunni og eiga eftir að sjá hvernig hún verður og gera það fyrir sig, hvort þeir eru sáttir við hana eða ekki. Og þetta finnst mér vera gríðarlega mikilvægt innlegg inn í umræðuna. Sveitarstjórnarna næst fólkinu að sjálfsögðu? Já, ég ætla að mótmæla þessu aðeins það sem að kemur rauninni fram í öllum þeim umsögnum og gestakomum sem þar voru að sko, það vilja allir þessar framkvæmdir og nauðsyn þeirra algjörlega augljós öllum sem að vilja enginn móti því. En valmöguleikinn sem við höfum eru veggjöld og rauninni ekkert annað. Og fólk til í af því að það vill allavega sem sagt framkvæmdinar að ef eini möguleikinn eru veggjöld því að við viljum framkvæmdinar. En það eru miklu fleiri valmöguleikar í boði sem ekki gefnir okkur. Til dæmis erum við að skila mjög miklum ágangi, til dæmis. Ríkisstjórnin hérna fyrir áramót lækkaði skatta, til dæmis á vegna veiðigjaldana en líka aðra skatta sem að meira en fjármagna þá árlegu þörf sem að þarf til að borga þetta. Það líka hægt að hækka bensíngjaldi, það ýmislegt í boðið þar og sko þegar allt kemur til alls að þá þegar að mann sagt hérna eru lífsnauðsynlegar vegaframkvæmdir sem þú farið bara ef þú samþykkir þessa fjármagnarleið, þá finnst mér það að vera dálítið kún. Ég fæ enga valmöguleika. Þetta svona emotional blackmail eins og stundum við kallað? Ég kallaði það. Jón? Nei, þetta auðvitað algjörlega fjarri sannleikanum. Ég menn, ef þú vilt ekki veggjöld, þá bara verður ekki lagað við. Sko, ef við förum það eru alveg mögulegar aðra leiðir í þessu eins og Björn að nefna. Það hægt að hækka skatta. Þetta hækkun á skatt? Nei, ég lít alls ekki svo á reyndar en okkur getur bara greint á það. Þetta er aukagjald. Þetta er aukagjald. Þetta er aukagjald fyrir þá sem að nota til hins opinbera. Til þess að, nei, þetta fer inn í, hugmyndin er að þetta fari inn í ákveðið félag sem sér utan þessu uppbyggingu eins og Spölur. Menn geta þá líka sagt að gjaldi sem var í Hvalfjarðargöngin hafi verið auka skatt. Það var valkostur samt, Jón. Þú gast farið Hvalfjörðinn. En við erum að tala núna bara, þú veist, það er... Reykjanesbrautin, sem var bara beina við. Nei, þetta er nefnilega líka misskilning. Þetta er ekki eins mál. Jú, nákvæmlega eins. Þú hafðir valkost með göngin? Já, þú hefur líka valkost með Reykjanesbrautina eða Suðurlandsveginn. Nú? Þú fer bara Krísuguleiðina og Suðurlandsveginn. Þú ert ekki að fara þína venjulegu leið. En þeir að tala fleiri veginn. Þetta er mjög mikilvægt, sko. Já, en þeir að tala miklu fleiri stofnleiðir heldur þessar tvær. Tökum bara Suðurlandsveginn sem á að er undir í þessu Reykjanesbrautina. Og menn segja að Hvalfjörðurinn hafði val, sko. Já, valið er algjörlega sambarilegt við það og þú farir Suðurstrandarveginn eða þú ert að fara á Suðurnesjum og Krísuguleiðina eða farir á Suðurlandi, Suðurstrandarveginn og Krísuguleiðina. Það er meira þess að styttri leið heldur en að fara Hvalfjörðin. Já, þetta eru 2 dæmi, en síðan er það að tala fleiri stofnbrautir út úr borginni. Við erum að tala Vesturlandsvegi síðan. Þetta eru bara þessar 3 leiðir, sko. Ég er búin að taka 2 þarna sem að þessi leið. Síðan getur þú farið Hvalfjörðin og Kjósarskarðsveginn og komið niður í Þingvallarsveit. Nei, komið niður í Mosfellsbæ, þá leiðina. Það er allt orðið malbikuð og fín leið. Ný frá gengin. En hvað með annars þar á landinu? Því þetta náttúrulega snýst ekki bara með leið. Þannig að fólk að breyta út frá því sem að gera vennilega. Það vant því að keyra Vesturlandsveginn, Suðurlandsveginn og Reykjanesbrautina. Svo að setja toll á þá að leggja lykkju á leið sína frá því sem það áður gerði. Það er öðruvísi en við Hvalfjörð. Það sem er bara staðreyndin í þessu. Hvalfjörðurinn var þetta aldrei raunhæfur valkostur nema þú vildir fara. Menn það var dýrara keyran heldur hún að borga lágmarksgjald. Og í þessu tilfelli verður nákvæmlega það sama upp á teningum. En þetta snýst fleiri stofnleiðirnar út úr borginni, þetta náttúrulega snýst fleiri vegi á landinu og það var nú könnun í Fréttablaðinu í gær sem að Center gerði, þar sem að kemur fram að viðhorfin eru hérna til veggjalda mjög ólík eftir landslutum og það er nú aðalega þeir sem eru á Vesturlandi og Vestfjörðum og fyrir norðan sem eru hlindir og síst hlindir á Suðurnesjunum. Samt vildu ekki veggjöld síðan á Vestfjörðina, til dæmis. Þó þau vildu veggjöld kringum Reykjavík. En stuðningurinn er sko svona, einn af hverjum 3 er með og á móti er 56%. Já, einn af hverjum 3 er fylgjandi
einn af hverjum þremur eru algjörlega andvíg. Já, andvíg eða mjög andvíg, já. Þannig að sko, það er ekkert óeðlilegt við það að þetta sé umdeilt mál og það er ágætt að rifja upp aðdraganda byggingu Hvalfjarðarganga. 96 þegar að þau voru að fara í framkvæmd, þá voru 70% þjóðarinnar andvíg Hvalfjarðargöngum og reyndar stór hluti þeirra sagðist í skoðanakönnunum aldrei ætla að keyra þau. Já. Svo getum við skoðað það hvernig þetta er í dag. Þetta er auðvitað umdeilt og hér liggur bara undir mikilvægi þess að sporna við þeim gríðarlega fórnarkostnaði sem að er í slysum fyrir okkar samfélagi. Greiða leið fólks og umhverfismál. Þetta eru þessi þrý þættir. Það sem að Björn Leví sagði hér áðan, varðandi sko aðrar leiðir, þær eru alveg möguleikar. Í mínum flokki til að mynda hefur verið bent á þá leið að það megi selja aðrar eignir ríkisins og fjármagna þetta. Já. Til að mynda flugstöð Leifs Eiríkssonar, nú eða að láta eitthvað að fjármagni úr eignarhlut ríkisins í bönkunum. Þannig innan þíns flokks þá eru ekki allir jafn samferðir? Jú, sko, menn benda bara á þessar leiðir. Já. Það er aftur á móti ekkert sem að segja okkur það að slíkar leiðir gætu orðið að veruleika á næstunni. Þannig að það er mjög mikilvægt að bregðast hér við. Eitt sem að þessi leið hefur sem kost umfram allar aðra leiðir, að það er þáttaka erlendra ferðamanna. Það er áætlað svona gróflega að þeir muni geta borgað alltaf 40% af þessum kostnaði með þáttöku sinni í veggjöldum. Já, það má sjá það fyrir sér, en við borgum samt þá líka. Jú, en það er ekki... Ferðum að borga bensingjaldi líka. En það er ekki tilviljun. Það gera það allir, en það er ekki tilviljun að aðra þjóðir fara þessa leið. Já. Allar þjóðir og miklu fleiri þjóðir eru að koma inn í þetta einmitt til þess að byggja upp öruggt samgöngukerfi. Já, en þetta er náttúrulega það sem að einkennir stöðuna í dag, en þetta er náttúrulega útfærslan á þessu. Hvað er svona í hendi? Sko, er þetta tekjumódel bara fyrst og fremst? Það hefur verið talað jafnræði hvað það varðar, sem að mér finnst mjög áhugavert, er að í núverandi samgönguáætlun sem við eigum að samþykkja þá eru að fara einhver 18% á þetta svæði hérna af samgöngufíinu, af almannasjóðum sem við borgum öll í. Hve mörg prósent segir þið? 18% af samgöngufíinu er að fara nokkurn veginn á þetta svæði sem við ræðum. Höfuðborgarsvæði. Já. En ef að þá að fjármagna þessar aðgerðir, þessar framkvæmdir með veggjöldum, þá með við núverandi útfærslu, þá að taka það samgöngufé í aðrar framkvæmdir. Annars þá landinu líka, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Það er einin hliðin á þessu, já. Og það er sem að gera það verkum að jafnræðið með tillit til þess hversu mikið hver landsluti og þá höfuðborgarsvæði fær af þessu almanna férunni sem að borga með bensingjöldum og því minnkar. Þannig að það er ekki bara þeir sem nota sem borga, þá ertu komin finna það. Það verður alveg allir sem nota þetta á þann háttun, en þeir sem eru hérna í kringum höfuðborgarsvæði eru þeir sem koma til með að þurfa að borga mest af þessu. Þannig ekki nóg með það að þeir fá minna úr þessum almannasjóðum sem er borga í alveg eins og allir aðrir, þá þurfa að borga veggjöld síðan umfram það. Þannig að það er tímalaus gjaldahækkun á þá. Skattahækkun að því Hér er náttúrulega algjört ósamræmi í því sem Björn sagði áðan. Hann sagði við erum að afgreiða samgönguáætlun óbreytta. Hvað verður það fé sem að kemur til ráðstöfunar við það að taka þessa kafla inn í veggjöld? Það er ekkert ósamræmi í því. Ég er að segja að það verði afleiðingar þannig aftur þessu. Ég vil leiðrétta þetta og fara lengra. Því fé er óráðstafað ennþá. Við erum hvergi að ráðstafa því. Sviðsmyndin sem við sjáum fyrir framan okkur er svo að þetta fé rati ekki inn á svona höfuðborgarsvæði. Það var Excel-tabla sem verður ekki með í þessu og er til umræðu. Það er marg ítrekka komið fram Björn Leví á fundum nefndarinnar að þetta eru möguleikar. Þetta er engan veginn tillaga og útfærslan á þessu kemur í þingmáli síðar. Þannig að ég sem þingmaður Suðvesturkjördæmis munu þetta standa vörð það að þetta fé leiti í mikilvæg verkefni eins og til að mynda Arnarnesveginn í Kópavogi, frágang innan Hafnarfjarðar og Garðabæjar, Mosfellsbæjar. Þannig að þetta er bara órætt og kemur í þingmálunum sem kemur síðar. Eftir 1. febrúar þá mun nefndin væntanlega skila þessu af sér og þá verða hressilegar umræður á Alþingi, getum við ekki...
Ég má búast við því, örugglega. Já, getur gert ráð fyrir. Vonandi bara málefnalegar umræður. Já, tvímælalaust þannig, það var alveg hressilegar fyrir þrátt fyrir það, því að það er margt óvíst í þessu eins og gefur að skilja. Já, þeir voru hérna hjá mér Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson, þeir mættu aftur á þing í dag, hvað finnst ykkur það? Ég bara ekkert í ástandi að tala það. Já, ég meina það bara þeirra ákvörðun, þeir eru réttkjörnir þingmenn og það getur enginn í raun haft einhverjar athugasemdir við það að þeir taki þær ákvarðanir, þeir eiga sitt uppgjör við kjósendur en ekki þingmenn og því leyti, þú veist, ætla ég ekki að tjá mig öðru leyti málið en bara þetta þeirra stjórnarskrárvarði réttur ef við getum orðað að þannig. Hafði þetta áhrif á þingfundin í morgun og í dag? Já. Hvernig? Það bara fólk var ekki til í að vera þarna. Ég var ekki varðið neitt sko. Ég var nú að mæla fyrir frumvarp ef ég kom hérna og það var þó nokkuð fólk í salnum. Já, ég skil ekki. Jón Gunnarsson varaformaður umhverfis- og samgöngunefndar, þú varst nú starfandi formaður tíma þegar að Bergþór fór í fríið. Já, fram á daginn í dag. Fram á daginn í dag, nú ertu aftur varaformaður og Björn Leví Gunnarsson áheyrnarfulltrúi í Sömnum. Takk kærlega fyrir að koma hingað í 21. Takk sömuleiðis. Og hér strax á eftir þá ætlum við að færa okkur yfir í betri stofana til Sigmundar Ernis og tala um markþjálfun.